Þórsson sem að talar, hann varaformaður hagsmunasamtaka heimilanna og eftir máli Guðmundar þá fáum við að heyra í þeim sem eru hérna í pallborðinu en það verða stutt komment, stutt viðbrögð á það sem er hér komið fram. Já, góða kvöldið og takk fyrir komuna allsömmur. Það æðislega gaman að sjá hvað eru margir mættir í kvöld. Það líka æðislega gaman að finna allan meðbyrinn sem hefur verið með því sem við höfum verið að gera undanfarna daga hérna út í þjóðfélaginu. Þannig ég ætla að nota tækifærið og ég ætla að biðja ykkur öll vegna þess að hagsmunasamtök heimilanna eru ekki ég eða við sem erum hérna uppi, heldur þið þarna úti. Það eru 8500 manns í þessum samtökum og þið eigið að skilja núna að þessi klappa fyrir ykkur. Ég fyllir sjálfur lotningu yfir því sem hefur verið að gerast hérna undanfarna daga og yfir þeim skilaboðum sem okkur hafa borist utan á þjóðfélaginu, bæði frá okkar félagsmönnum og bara frá fólki almennt. Nú, en nóg það, ég ætla að víkja hér að efni fundarins, sem að verðtryggingin, dregin fyrir dóm. Og það kannski rétt að útskýra það í stuttumáli hvað átti við með því. Þórður Heimir, lögmaðurinn okkar, hefur farið yfir hinn lögfræðilegu álitaefni í nokkuð góðri ræðu, þannig ég ætla ekki að eyða miklu púðri í þá hlið málanna. Nú, verðtrygging var upphaflega innleidd hér fyrir löngu síðan áður en ég fæddist. Látum nú koma fram að ég er 34 ára gamall, þannig að ég má ekki upplifa allt af því sem að verið var að lýsa hérna í ræðunum áðan varðandi óstöðuleika fortíðarinnar. Ég hins vegar þekki ágætlega söguna þetta eftir að hafa kynnt með hana. Og það er alveg rétt, verðtrygging var í upphafi sett á hér á landi til að bregðast við miklum óstöðuleika í efnahagsmálum. Síðan þá hefur útbreiðsla hennar svona jafnt og þétt aukist eins og komið var inn á og við svo búið að í dag að þá nema verðtryggð lán 85% allra húsnæðislána. Það stafar ekki út af því að þessi lán séu svona vinsæl eins og ég heyrði einn ágætan prófessor í hagfræðideild Háskólans halda fram daginn í málstofu. Heldur vegna þess að það hefur verið þannig lengst af að samkvæmt lögum íbúðalánasjóð að þá þurfa öll hans lán að vera verðtryggð. Markaðshlutdeild íbúðalánasjóðs á húsnæðislánamarkaði á Íslandi er svona það bil helmingur. Þannig að það er ansi stór skerfur. Þar að auki þá eru lög lánasjóðu íslenskra námsmanna með þeim hætti að öll lán sem þar eru tekin eru líka með verðtryggingu. Það var kannski fyrst ég að tala námslánin, þá var ágætt að ég afgreiði þau bara hér í tveimur setningum vegna þess að hér var líka áðan minnst á nýtt frumvarp neytendalán sem liggur fyrir Alþingi í þessum töluðu orðum. Og í því frumvarpi kemur einmitt fram í greinargerð með frumvarpinu að lán frá Lánasjóði íslenskra námsmanna eru undanskilin frá þeim lögum og þeirri upplýsingaskyldu sem hvílir á lánveitendum. Sem að verður að teljast nokkuð undarlegt vegna þess að í mörgum tilvikum þá eru námslán, það eru fyrstu lánin sem að fólk tekur á ævinni og þegar það er komið við sögu algjörir byrjendur í lántöku. Þess vegna er óskiljanlegt að þeir þurfi á eitthvað minni neytendavernd að halda í þeim efnum heldur en aðrir lántakendur. Nú, verðtryggingin hefur alls ekki fært okkur þann stöðuleika sem stefnt var að með innleiðingu hennar. Svo dæmi sem tekið, þá gerðist það hér árið 2007 að peningmagn í umferð á Íslandi tvöfaldaðist. Árið eftir urðu afleiðingarnar af því meðal annars þær að verðbólgan á einu ári náði tæplega 20%. Á einu ári, árinu 2008. Samkvæmt allri skilgreiningu á því, þá er þetta óðaverðbólga. Nú, síðan þá, þar sé ársbyrjun 2008,
hafa skuldir heimilanna umfram eignir, þar að segja nettó eignastaða þeirra, hefur versnað 400 milljarða króna, svona hér bil. Það vill svo til að þetta jafngildir svona nokkurn veginn þeim verðbótum sem hafa fallið á þessu lán á sama tímabili. Eins og hér kom fram áðan, þá voru af þeim sem eru í mestum vandastaddir, sem eru þeir sem keyptu sér húsnæði á mesta þenslutímanum, eru 13.000 heimili. Meðal fjölskyldustærð þessara heimila líklega eitthvað yfir 3 manneskjur, þannig að það má leiða því líkur að þetta eru tugir þúsunda einstaklinga sem að heyra undir þennan vanda. Nú, árið 1992 og 1993 þá gekk Ísland í Evrópska efnahagssvæðið og í kjölfar á því þá voru innleiddar hér tilskipanir þess neytendalán, eins og hér hefur verið getið með lögum neytendalán árið 1993. Samkvæmt þeim þá hvílir ansi rík upplýsingaskylda á lánveitendum þær forsendur sem gengið út frá þeirra lán er tekið, meðal annars lántökukostnað og þetta fyrirbæri sem kallað árleg hlutfallstala kostnaðar. Nú, þar sem verðbólgan er alltaf óþekkt fyrirfram, að þá er voðalega erfitt að gera ráð fyrir kostnaðinu vegna hennar í árlegri hlutfallstölu kostnaðar. Hins vegar, þá er ekkert í til fyrirstöðu að það sé þá bara litið á hana alveg svo gert við breytilega vexti sem að þekkjast í flestum löndum innan Evrópska efnahagssvæðisins. Og í tilskipunum er útskýrt nákvæmlega hvernig eigi að taka á þeim þegar kostnaðurinn er ekki þekktur fyrirfram. Þá einfaldlega miða við þá vaxtaprósentur sem er í gildi þegar upplýsingarnar eru veittar. Þannig ef að vextir í dag til dæmis 5%, þá var bara að gera svo að útfæra greiðsluáætlunina miðað við 5% vexti og sýna þér það. Ekkert er því til fyrirstöðu að beita þessum með nákvæmlega sama hætti á verðtryggð lán. Þrátt fyrir að kostnaður vegna þeirra sé breytilegur, þá vitum við þó allavega hvað verðbólgan er í dag. Svo dæmis er tekið, þá er hún í dag þegar við stöndum hér, en þið sitjum enda flest en ég er standandi, þá er verðbólgan 4,2%. Þetta er þekkt stærð. Við vitum líka hvað meðaltal hennar hefur verið frá 2001 þegar núgildandi lög um vexti og verðtrygging tóku gildi. Hún hefur verið 5,98% eða rétt tæp 6%. Þessar forsendur eru allar hægt að setja inn í útreikninga á þessum prósentum og greiðsluáætlunum. Einhverju hluta vegna þá hafa hins vegar íslenskir lánveitendur vanrækt þessa skyldur hefur okkur sýnst í hagsmunasamtökum heimilanna miðað við þær rannsóknir sem við höfum gert á lánasamningum. Og í mörgum tilvikum þá einfaldlega vantar hreinlega þær upplýsingar sem lögin kveða á að verði að koma fram. Í öðrum tilvikum þá miðast þær við útreikning sem að passar ekki öðruvísin að það sé miðað við 0% verðbólgu. Þannig að þá er algjörlega sleppt í að gera ráð fyrir kostnaðinum vegna verðtryggingarinnar. Þetta er það sem við teljum að sé ekki í samræmi við lögin eða anda þeirra og er megin grundvöllur fyrir þeirri málsókn sem við höfum beitt okkur fyrir því að verði höfð. Í því skyni að láta reyna á lögmæti þessar framkvæmdar á verðtryggðum lánveitingum. Nú, af hverju dómsmál? Leiðin þangað hefur ekkert verið stutt. Þetta er ekki ákvörðun sem er tekin á einni helgi að nú ætti bara að fara að ráðast í umsjóðamikið dómsmál til þess að láta reyna á einhverju stærstu hagsmuni íslenskra heimila fyrr og síður. Nei, hagsmunasamtök heimilanna voru beinlínis stofnuð utan þetta málefni og hafa beitt sér fyrir því og að berjast gegn verðtryggingu í hartnær 4 ár með takmörkuðum árangri. Við höfum reynt að beita pólitískum þrýstingi, við höfum reynt að höfða til skynsemi, við höfum reynt að beita efnahagslegum rökum, við höfum reynt að beita samkeppnisrökum. Við höfum beint ýmsum erindum og kvörtunum til eftirlitsstofnana. Við höfum staðið fyrir undirskriftasöfnun þar sem að 37.000 manns hér bil
skrifuðu undir kröfur leiðréttingu verðtryggðra lána og afnám verðtryggingar. Ekkert af þessu hefur ennþá skilað tilætluðum árangri. Hins vegar þá önnur tegund lána þar sem hefur náðst umtalsverður árangur og á þau að minnst áðan og það eru svokölluð gengisstiðlán sem dæmd hafa verið ólögleg. Þær leiðréttingar sem gerðar hafa verið í kjölfar þeirra dóma sem fallið hafa ólöglegu gengistryggðu nema 150 milljörðum króna. Á sama tíma hafa leiðréttingar og niðurfærslur á verðtryggðu lánum þar með talið vegna 110% leiðarinnar og annarra úrræða sem stjórnvöld hafa borið hafa ekki numið nema hér fyrir 50 milljörðum. Það er 1/4 af heildartölu. Samt verðtryggðu lánin 85% af markaðnum, þið skuluð ekki gleyma því. Í ljósi þessa augljósa árangurs sem náðst hefur að því að láta reyna á réttindi skuldara fyrir dómstólum vegna gengistryggðra lána var svo ákvörðun tekin á vormánuðum 2012 af stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna að hefja rannsóknir á lögmæti verðtryggingar með hliðsjón af lögum neytendalán og eftir atvikum að hefja undirbúning málsóknar, þar að segja prófmáls, til þess að láta reyna á þessi sjónarmið fyrir dómstólum. Það er nú ástæðan fyrir því að við erum hér í dag. Þetta prófmál var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur 18. október síðastliðinn og byggir í meginatriðum eins og farið var hér yfir áðan á því að haldið er fram að lánveitandi hafi vanrækt að veita upplýsingar, þar með talið árlega hlutfallstölu kostnaðar með þeim hætti sem að honum er skylt að gera. Svo var hér minnst á áðan líka nýtt frumvarp sem liggur fyrir þinginu núna neytendalán. Og þess var hér áðan getið í ræðu að í því fælust miklar hagsbætur fyrir neytendur og gengið væri langt í þá átt að efla réttindi þeirra. Þessu erum við í Hagsmunasamtökunum ekki sammála. Við teljum þvert á móti að með frumvarpinu sé verið að veikja rétt neytenda. Til að rökstyðja það þá ætla ég nefna 2 dæmi. Fyrsta dæmið er 14. grein núverandi neytendalána sem meðal annars er byggt á í prófmálinu okkar, þar sem kveðið er á að lántökukostnaðir sem ekki gefnar upplýsingar með réttum hætti eða sem ekki eru hluti af árlegri hlutfallstölu kostnaðar, þann kostnað er óheimilt að innheimta. Samsvarandi ákvæði er hins vegar ekki að finna í hinu nýja frumvarpi. Þar að auki, þá er í hinu nýja frumvarpi að finna ákvæði sem fjallar sérstaka upplýsingaskyldu vegna veðlána og þar er í fyrsta skipti getið í þessari löggjöf frá því að hún var til samanburð á milli óverðtryggðra og verðtryggðra lána. Og eins og ég útskýrði hér áðan, þá er ekki því til fyrirstöðu að bera þau saman ef að litið er bara á verðtrygginguna eða verðbæturnar eins og breytilega vexti. Í þessu frumvarpi hins vegar er sett fram sú skýring að samanburður á tveimur svona lánum með árlegri hlutfallstölu kostnaðar muni alltaf vera verðtryggða láninu í hag. Eina leiðin til að komast að þeirri niðurstöðu er með þeirri aðferð sem ég lýsti hér áðan sem að íslenskir lánveitendur hafa notað, sem er það að sleppa því bara hreinlega að taka tillit til verðbólgunnar þegar lánskostnaðurinn og greiðsluáætlunin er sett fram. Þessa skýringu getum við ekki með nokkru móti fallist á. Þess þá heldur að verið sé að búa hana til hér og nú og láta sem að hún hafi gilt fram að þessu. Svo langar mig að segja hér að varðandi það var líka minnst á það hér á að verðtryggingu væri ekki vandamálið, heldur hún væri verkfærið. Við því vil ég þá segja að þetta er ansi vont verkfæri. Þetta var sett á sem neyðaráðstöfun og ég spyr þá bara hversu lengi ætlum við að vera í þessum neyðarástandi. Við erum með 2 myntir í landinu, annars vegar íslenskar krónu og hins vegar verðtryggða krónu. Það er ekki skrítið þó íslenska krónan sé óstöðug því að í hverjum einasta mánuði á sér stað stórfelldur fjármagnsflótti samkvæmt lánasamningum yfir í verðtryggðu krónu.
sem við svo til að einn stöðugasti gjaldmiðill á yfirborði jarðar um þessar mundir. Þakka fyrir ekki voru laust og þá langar við bara líka að svara einu misskilningi sem kom fram hérna áðan og þá var þetta hagsmunir leigjenda, þessi enginn að gæta þeirra. Það frá neytendasamtökum. Við höfum hins vegar verið að spyrjast fyrir þjónustusamningana þar og það hefur orðið lítið svör hjá ráðamenn. Takk fyrir. Framsögu erindunum þá lokið.